Jæja, Bjarki Steinn, 2-0 sigur, 2 mörk, ykkur hlýtur að líða stórkostlega. Þetta bara fáránlega góð byrjun á okkur. Þetta bara liðsheildin sem að skila þessu. Við erum bara allir að gera það fyrir einn og það lág svolítið á okkur þarna. En við bara héldum þetta út. Hver lykillinn að því að þið náðu að verja svona vel? Lið eftir lið, þeim gengur illa að skapa færi. Jafnvel sterkt lið eins og FH virtust bara ráðþrota. Hver lykillinn að þessu í þessum varnarleik hjá? Eins og ég segja, þá erum við bara allir að gera það fyrir hvern annan og við erum bara saman í þessu og þetta er bara liðsheildin sem að skila þessu. Á toppnum með 10 stig eftir 4 leiki, er þetta eitthvað sem menn byggust við fyrir mót? Já, við settum okkur markmið fyrir fyrstu leikina í mótinu og við settum markið hátt og við höfum trú á þessu allan tíman og þetta bara, við erum að uppskera vel. Herri, ég ætla að leyfa þér að fara og fagna með strákunum, frábær frammistaða. Takk hérlega. Já, Jói, 2-0 sigur gegn sterkuliði FH hérna á heimavelli í bara stórskemmtilegum leik. Hvernig líður þið núna? Þetta er náttúrulega frábær tilfinning, það er alltaf gaman að vinna fótboltaleiki en fyrst og fremst er ég náttúrulega líka stoltur af þessum strákum. Leikmennir lögðu allt í sölurnar í dag og þetta eru hæfileikaríkir strákar en þeir eru líka mjög duglegir og vinnusamir og tilbúnir að vinna fyrir hvern annan. Og það að mínu mati skópina sigur, bara þessi samheldni í liðinu og strákarnir sem kom inn á sem eru á bekknum fyrir utan hópinn, þeir eru allir tilbúnir að fórna sig í þetta og það er ég sáttastu við. Haldið hreinu núna í fyrsta sinn í sumar, ég meina þetta hlýtur að vera eitthvað sem þú ert búin að vera að bíða eftir. Já, ég var virkilega sáttur við það. Ég fór líka og fagnaði aðeins varnarmönnunum og markmannunum að þetta er náttúrulega frábært. Við getum þetta, við getum verið þannig og við viljum líka vera þannig lið sem fá mörk á sig og strákarnir eru að verjast frábærlega, ekki bara náttúrulega öftustu menn heldur sem lið og frábær mörk sem við skorum en við fögnum því líka innilega að við héldum hreinu og það er líka mikilvægt. Ég er búinn að vera að segja það í lýsingum undanfærið, það eru fálið sem geta státað af markmanni með svona spyrningetu og ef það væri skráðar önnur stóðsending eins og er í íshokkíinu þá væri Árni Snær ansi átn. Bæði mörkin koma upp úr löngum spyrnum frá honum. Já, þetta er náttúrulega vopn fyrir okkur að hafa og Árni er búinn að vera gjörsamlega frábær í þessu og hann er alltaf að vera betur og betri í þessu líka en svo er hann líka náttúrulega bara þrær öruggur sem markmaður og svípar vel upp fyrir okkur þannig að þvílíkt mikilvægur inn í þessu leikkerfi hjá okkur og það er náttúrulega frábært að hafa hann. Löng pása í næsta deildarleik en hvernig líst þér á framhaldi? Bara mjög vel, við hvílum okkur bara núna og fögnum þessum sigri. Það er náttúrulega líka gríðarlega mikilvægt að strákarnir hafi gaman að þessu og fagni sigrunum þegar þeir koma en svo er bara mjög fljótlega að fara í að fókusa á næsta leik, endurheimt og svo bara byggja upp vikuna inn í næsta verkefni sem er verðugt verkefni og við þurfum að vera klárir í það. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir.